Eru, Sibba, Ása og flottu kórkrakkarnir okkar allir fyrir þetta dásamlega atriði. En kæru nemendur, nú enn eitt veturinn liðinn þar sem virðing, vöxtur, vilji og vinátta ríkir í skólanum okkar og gleði og árangur ykkar allra eykst á fjölbreyttan hátt. Við erum nefnilega besti skólinn og það eru þið krakkar sem gerið þetta hús að þeim góða stað sem skólinn okkar er. Í þessu húsi á nefnilega öllum að líða vel og héðan eigið þið að fara krakkar með góðar minningar. Skólafréttir. Nokkrir starfsmenn eru að hætta hjá okkur. Það eru Vala, Valgerður Guðbjörnsdóttir sem ætlar að gera deildarstjóri í Stapaskóla. Það eru Isabella María Vinjarska og Katrín Júlía Júlíusdóttir. Ólafur Þór Ólafsson sem orðinn sveitarstjóri á Tálknafirði. Ómar Jóhannsson sem að fara í doktorsnám og Ársæll Kristinn Björnsson sem kom inn í vetur í stað Júlaði Júlíusar Davíðs Júlíussonar Rajai. Takk fyrir ykkar framlag og gangi ykkur vel í því sem þið eru að taka ykkur fyrir hendur. Aþena Eir, Astrid, Brynja Rúnars, Íris Vals og Jenny Halldórs eru annarkvort komnar í fæðingarorlof eða á leið í fæðingarorlof. Og Friðbjörg Ósk Arbertsdóttir eða Bibba á skólasili og Þórunn Björk Tryggvadóttir eru að hætta að vinna og gerast hátt virtir eftirlaunaþegar. Það er góður siður að færa starfsfólki sem hefur unnið lengi á sama vinnustað örlítinn þakklætisvott. Hún Bibba hefur unnið á skólasili í 6 ár og undan því var hún í 17 ár í leikskólanum. Og Þórunn eða Tótama hefur kennt í skólanum í næstu 40 ár. 40 ár. Og sumir sem hún kenndi í skólanum eru orðnir ömmur og afar. Þið sjáðu ekki núna, en seinna í dag fá þær blómbendi og gjafir. Húrra fyrir þeim. Við erum líka svo heppin að hérna í skólanum erum við með 2 dásamlega lestrarömmur. Það er Margréti Böðvarsdóttur og Helgu Karlsdóttur. Og við viljum fá að þakka þeim kærlega fyrir hjálpina í vetur. Seinna í dag fá þær líka glaðning og við segjum bara húrra fyrir þeim. Bókafréttir. Aftur gefur kvenfélagið Kvöð tóku pening til að kaupa bækur. Í haust verður því heppinn bekkur sem fara að velja bækur á bókasafnið okkar. En bókasafnið okkar samt sneisa fullt af skemmtilegum fjölbreyttum bókum, blöðum, hljóðbókum, ýmist á íslensku, ensku eða pólsku. Allir nemendur í 1. til 5. og 7. bekk eru með skráningarhefti í umsljónu sínum og geta komið á safnið og fengið glaðning í allt sumar. Á hverju mánuði verður svo einhver heppinn dreginn úr potti og fær í verðlaun eitthvað spil frá spilavinnu til að nota í sumar, í bústanum, með útilegunni eða bara heima. Á Sandgerðisstöðum í haust fá svo eins og áður allir þeir sem skila útfylltum lestrarheftum bíómiða, eins og verið hefur undanfarin ár. Elsku þið öll. Þetta skólaár hefur verið skrítið, eiginlega fordæmalaust. Kórónuveiran, brjála veður, snjóflóð, lokanir á vegum, rafmagnsleysi og alls konar erfiðleikar og hindranir sem margir hafa og eru að lenda í. Ekkert Eurovision, engin árshátíð yngri og núna öðruvísi skólaslit. En gefumst við upp? Sannarlega ekki. Við breytum skipulagi, finnum nýja leiðir og aðferðir og saman höldum við áfram og gerum alltaf okkar besta. Hindranir eru nefnilega ekki til sem maður gefst upp. Heldur eru þær til þess að við stöldrum við, hugsum, drögum djúpt andan og finnum aðra nýja leið með fram, yfir eða einhvern veginn fram hjá hindruninni. Mögulega þurfum við fleiri en eina tilraun, en það allt í lagi. Því þið munið, mistök eru til að læra af þeim. Kæru frábæru nemendur og starfsfólk. Kæra þakki fyrir samstarfi í vetur. Megi sumarið færa okkur öllum góðar, gleðiríkar og sólríkar stundir við leik og störf. Verum góð hvort við annað. Í lokin fá þessi á annað atrið með kórnum okkar flotta. Að svo mæltu segi ég starfi Sandgerðisskóla skólaárið 2019 til 2020 slitið og pant. Pant fá betra veður og engan kórónuvírus næsta vetur.
Inn í þau bláan dal. Þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur. I can't wait to know. What do you think about this? Believe me, I will always be there, so you can tell me anything.